Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl og blessuð. Við ætlum að ræða menntamálin einu sinni sem oftar. Við gerum töluvert af því hér á samstöðinni að reyna að kryfja kerfin okkar og eitt af þeim kerfum sem við höfum haft áhyggjur af það er grunnskólakerfið. Þið hafið heyrt ansi margar neikvæðar fréttir úr grunnskólastarfi núna undanfarið og stundum finnst manni eins og það standi ekki steinn yfir steini. Við höfum fengið mikinn fréttabálk úr Breiðholti og svo hefur líka verið fjallað vanda í Garðabænum, einhver Morgunblaðið sem hefur staðið fyrir þessu og mér hefur sýnst sem að það séu svona dregnar ólíkar ályktanir eftir því kannski í hvaða hverfi er verið að fjalla skólamál og það er svona ýmislegt sem að maður vill fá að vita af því sem gerist innan veggja grunnskólana og þá er nú aldeilis gott að það eru til kennarar í landinu sem að stundum eru til í að ræða við okkur blaðamenn og hingað er komin góður gestur, Birna Gunnlaugsdóttir. Þú ert umsjónarkennari í Breiðholtsskóla, ekki satt? Jú, Já. Takk fyrir. Vertu velkomin. Takk. Ég var að byrja á þessu með hverfamunin og mannamunin. Við höfum verið að sjá svolítið mikið af fréttum núna og ef barn lendir í vanda í Garðabæ þá er það kannski vegna þess að það er ekki samræmt próf en ef barn er í vanda í Breiðholtinu í þínu skóla þá eru kannski dregna fram einhverjar aðrar ástæður. Samsamar þú þig við þetta að við séum svolítið svona... Já, mjög svo. Já. Í meira lagi. Já. Og ég vakti nú athygli þína fyrir Facebook status þar sem að mér var svolítið misboðið af fréttaflutningi. Já. Og þá er ég ekki að draga fjöður yfir að það getur verið stórkostlegu vandi í einum bekk. Einmitt. En ég fann til með nemendunum sem ég kenni og fleirum í skólanum og starfsfólki að það skildi dynja eins og til dæmis var alveg sérstaklega í Morgunblaðinu. Síðan tók Ríkisútvarpið aðeins undir. Það sem var mjög einhliða og sterk umfjöllun sem er í rauninni mjög erfitt að svara. Og þetta snerti líka sjálfsmynd manns sem starfsmanns og kennara, foreldrana sem eiga börnin í skólanum. Þetta var mjög óvægið og alls ekki alltaf rétt farið með. En ég er ekki að draga fjöður yfir það að það var sem sagt, eins og hefur komið fram vandi innan einnar skólastofu. Já, sko það er svolítið snúið stundum átt að segja á því hvað er einkamál og hvað eru opinber mál í þessum geira. En í Breiðholti þá hefur því verið haldið fram að menningar munur meðal annars vegna þess að hátt hlutfall foreldra barna þarna sem með einhvern annan menningar grunn heldur en þeir sem fæðast á Íslandi. Er eitthvað hæft í því? Bara... Sko þessi umræða má alls ekki vera feimnismál. Nei. Og þetta er sem sagt blandaður hópur, sem sagt bæði börn að erlendu uppruna og alíslensk börn. Já. Og mér langar að byrja að taka fram sko í minni kennslureynslu, þá hef ég afskaplega góða reynslu af því að vinna með fólki Íslendingum með erlenda bakgrunn. Það er mjög metnaðarfullt fyrir hönd barnanna sinna, finnst mér oft sérstaklega eins og með heimanám og annað og svona villaðum vegni vel. Kannski meiri ægi stundum? Mér finnst það persónulega og jafnvel að fjölskylda sem meira saman helgar, ekki bara börnin sendi eitthvað. Jú. En við erum átt okkur að það bara í Reykjavík eru 25% sem sagt með erlendan bakgrunna íbúum og við höfum engan veginn staðið okkur í því að taka á móti fólki, hvorki með tungumál eða bara hreinlega að kenna samfélagið. Og við höfum líka átt okkur að því að við getum verið með traumatiseruð börn sem eru flóttamannabörn og það er virkilega vandasamt og við höfum bara virkilega vanrækt, við erum að tala aukinn hóp innflytjenda alveg síðustu 25 ári og þetta kemur í bakið á okkur. Já. En þú svarar samt ekki beint spurningunni. Sem var? Sem var sko, kann að vera að menningarmunur skýri að einhverju leyti
þann vanda sem í Breiðholti? Já, það kann að vera. Það er ekki sem sagt, eingöngu. Nei. Ekki alfarið. Nei. En það að segja, ég svaraði þessar spurningu bara óbeint Já. og læta gott heita. Já, einmitt. Sko, það er bara, manni líður stundum eins og það standi ekki steinn yfir steini og allt sé hrunnið. Og svo hittir maður kannski krakka frá skólum sem hafa verið mikið í umræðinni og þau nánast koma af fjöllum. Það er líka svona umhugsunarefni að því ég var að nefna það áðan, maður veit ekki alltaf hvenær er rétt að skrifa frétt og hvenær eitthvað er svona einkamál og hvenær er verið að draga ofstórar ályktanir á einhverju, sko. Við erum náttúrulega að tala viðkvæmar verur sem að þarf að sýna sérstaka hvert er orðið? Aðgát, akkurat, takk. Og þú getur sagt okkur núna hvort vandamálin í Breiðholtsskóla séu svona 1 og 1 eða hvort þau eru bara yfirgnæfandi frá móti kvölds. Hvernig er staðan bara svona frá degi til dags? Já, staða frá degi til dags eru að það eru prúð og glöð börn sem fara gangana. Það er raunveruleikin. Og það er mjög öflug gæsla, það er maður og mann. Sem sagt, ef það eru erfiðir einstaklingar sem sína erfiða hegðun, þá er maður settur á. Og þannig að það eru til fjármunir. Á tímabili var aukin gæsla sem sagt í Magtsal og þessi umræddur einstaklingar, ég var í næstu kennslustofu og ég hef sagt þeim farðu í röð og þurrkað á borðinu eftir þig, þannig að stemmingin annars hefur bara verið gífulega góð. Já. Eru til peningar í kerfinu þegar uppkemur vandi til þess að kalla til auka starfsmann? Nei, stóri vandinn er sá að ef það kemur upp mikill vandi og hann er eins og ég sé það, annarkvort er vandinn þroskafræðilegur og það er svona erfitt að bregðast við, það vantar úrræði, það vantar mannafla. Og það getur líka verið félagslegur sem sagt erfiðleikar. Það er fyrir ekki annarkvort yfirleitt á ferðinni og það sem að skólinn, ef við erum að tala um skóla, ef við erum að tala um skólakerfið, ef við erum að tala um agaleysi, við erum að tala um ofbeldi, þá erum við svolítið að tala um 4 þætti. Við erum að tala um grunnskóla, hvað gerst innan veggjana, hvað getur gerst innan veggjana, hvernig stoðkerfið í kringum, ef að eitthvað fer úrskeiðis, ef eitthvað er erfitt. Við erum að tala um samfélagið heild, hvernig er stemmingin, er mikil samkennd, mikil einstaklingshyggja og við erum að tala um hlutverk foreldra. Þetta er svona stóra sviðið. En ég er búin að svara því að hvernig stemmingin í skólanum en við urðum náttúrulega að það er svona hnekkur á sjálfsmyndina fyrir börn sem annars voru kát, skilurðu, og fyrir starfsfólk þegar fréttaflutningu fer svona úr böndum. Og þér finnst hann hafi gert það? Já, hann hefur farið algjörlega úr böndum, já. En það er ekki verið að afneita samt vanda. Nei. Hefur þið grunað að það sé í pólitískum tilgangi sem að sé að tala um einhverja herferð? Ég verð að viðurkenna að ég á persónulega svolítið erfitt með að setja mig í þau spor sem sagt að geta djöflast svona með þeim hætti sem hefur verið gert. En mér finnst það sennilegt, já, og það er verið að koma pólitísku höggi á andstæðinginn og þarna getur rassismi spilað inn í líka. Hann getur gert það. Já, því miður. Og þessna er þetta svona svolítið sprengjusvæði, það verður að ræða hlutina, en það verður að gera það af virðingu. Já, og það væri ekkert skrítið að væri komnir einhverjir svona ángar af þeim ömurlegu breytingum sem við sjáum alltaf í Bandaríkjunum, það væri ekkert skrítið að það væri komið svona smá smit til okkar að hólfa okkur meira af, gera okkur hrædd. Það er það sem ég hef verið að hugsa líka. Einhvers konar svona hræðslu áróður, svona áhuga að vekja upp, sem sagt, ótta almennt. En hver tilgangurinn er sem sagt, átta ég mig ekki alveg á, En að því þú spurðir hérna áðan úrræði. Og ég kom aðeins inn á það að í
grunnskólum, það sem sagt sett á skóli án aðgreiningar fyrir einhverjum 15-20 árum og hlutirnir þróast, skólarnir eru fluttir frá ríki til sveitafélaga fyrir bráðum 30 árum og það sem sagt grunnhugmyndin allir getur verið burt sér frá þroska eða bara einstaklingsmun í sínu hverfi og sótt sinn skóla. Og með þessu átti að fylgja alls konar sérfræðingar inn í skólana. Stóri gallinn og mínusinn sá að þeir komu aldrei inn, þetta var aldrei fullbúin aðgerð. Það vantaði alltaf fé. Já, það vantaði alltaf fé, það vantaði alltaf þessa sérfræðinga og einn kennari með 20, 25, 27 nemendur sem eru sem sagt bara geysilega miklum fjölbreytileika. Það segir sig eiginlega alveg sjálft og það sjá það allir að það getur ekki gengið án þess að þú þarft að koma því til þroskaþjálfara, þú þarft að koma til sérkennara, þú þarft stuðninginn í bekkinn og svo framvegis og úrræðin þegar að nálgast að vera vandamál eru langir biðlistar og það nánast hvort það hegðunarráðgjafi eða kennsluráðgjafi þó bið. Sálfræði þjónusta fyrir börn, það margra mánaða, jafnvel ársbið. Ef þú hefur verið greindur með töluverðan þroskavanda og þarft að komast svona í sér úrræði, þá nokkuð sem heitir farskólar sem eða farteymi sem svona ekki komið í gagnið og virkar ekki alveg og það langur biðlisti sem sagt í brúarskóla, í sérúrræði. Þannig að það bara mjög algengt að kennarar og skólastjórnendur, grunnskólinn, gengur á vegg þegar kemur úrræði. Það náttúrulega afleitt aðeins, fólk sem var aðeins eldra en ég, það upplifði tossabekkina og aðgreininguna sem var þá. Það voru góðir nemendur sér í bekkjum og svo bara raða niður. Við viljum náttúrulega ekki það. Og bestu nemendur fengi oft bestu kennarana. Einmitt. En við viljum náttúrulega heldur ekki skóla sem bara kaos, sem ræður ekki við of fjölbreyttan nemendahóp og ég hef heyrt raddir frá mörgum nemendum á ólíkum stigum í grunnskólakerfinu, margar samhljómaraddir það að tími kennaran sem fær í það sem við getum kallað vesen, það sé náttúrulega oft það mikill að tíminn til uppbyggingar og sem sagt raunverulega að hvetja og glæða þá sem ég ekkert að tala einhverja toppnemendur, heldur bara frá miðju eða eitthvað. Ég held að allir kennarar og grunnskólar þekki þennan eina bekk einhver staðar og við erum ekki að tala svona gegn og gangandi þennan eina bekk og þar sem að allt gengur á afturfótunum og það kannski 1-2 sem að bíða eftir greiningu eða það sem mikill félagslegu vandi eða eitthvað slíkt setja allt úr skorðum, bara svo maður tala hreinskilnislega, en það fjölmargt það sem að skiptir ofsalega miklu máli tækni kennarans. Það tækni hefur hann góða tímastjórnun, hann góður samband við börnin, hann með skýra reglur, það eru ótal hlutir að huga að í kennarastarfinu. Og ég get til dæmis bara nefnt það að í námi kennara ekki til námskeið sem heitir agastjórnun og kennarar eru lítið sem ekkert á gólfinu í sínu námi. Til viðbótar þá erum við með námið ætti að duga til þess að gera góðan kennara en svo það oft þannig að það bara áráling reynsla og að læra af öðrum og læra tæknin á námskeiðum og hér og þar og af ráðgjöfum að við erum með leikskólastigi skiptir náttúrulega líka máli. Það eru 4.000 manns sem að vantar til þess að manna þessi störf í þessum skólum. 1700, 1700 manns til þess að manna grunnskólana. Þannig að mikið rót
miklar hreyfingar og starfsfólki út og inn, ef þú nærði ekki kannski allavega 3 árum samfleitt með bekk svona til að kynnast börnunum og vita hvernig þau læra og allt þetta. Þetta spilar allt inn í líka. Já. En sko kannastu ekki við að margir kennarar upplifið það sem svo að þeir séu í rústabjörgun í hverjum tíma og fái þá ekki rými til þess að gera það sem kennsla ætti að snúast Sem betur fyrir ekki margir. Ekki margir. Nei, en eitt bekkur er of mikið. Sko, reynslan sýnir það. Ég meina það er nú sem betur fyrir oftast gripið inn í, sem sagt, fyrr. Og meira í seinni tíð heldur en kannski fyrir einhverjum 10-20 ára. Er ekki rétt hjá mér að þú hafir 12 ára feril innan grunnskólakerfisins? Jú. Ef þú berð saman veturinn núna og þegar þú fórst fyrst inn í þennan heim, getur þú sagt mér eitthvað samanburðin? Sko, það er aðeins að koma meira inn þessi stuðningur sem átt að koma með skóla án aðgreiningar. Hann er að koma meira inn. Auki fjármagn? Já. En sko, ég er reyndar með svona dúllur í rjóm og logni. En sko, fólki í kringum mig, kannski með 40-20 ára reynslu, þá talaði að sko, ægin hafi, sem sagt, hegðun barna almennt, hafi versnað eins og munnsöfnuður og annað. Alltaf því fyrir 20 árum síðan að það hafi sagt, byrjað að versna og bara virkilega versna mikið síðustu árin. Hvernig talaði við kennaran og ég hef heyrt líka sem sagt bara býsna ung börn sem að bera ekki einu sinni virðingu fyrir lögregluþjónum. Heldur bara rífa kjaft sko. Já. Þetta hefur aukist verulega, heyri ég. Já, og stundum heyri maður að þetta hafi gerst vegna þess að orðræða foreldran og heimilunum hafi kannski gefið góð á breytta hegðun. Já, svo megum við ekki gleyma samfélagsmiðlunum. Nei. Og TikTok, Instagram eða hvað það er sem þau eru að nota sko. Og ofbeldi er náttúrulega sko, það er náttúrulega mikið til líka lært, það sem þú sérð. Og það er erfitt að greina hvers vegna hvað kemur upp á hverjum tíma. En almennt agaleysi í þjóðfélaginu er náttúrulega geysilega mikið. Og ægi er svo margt. Ægi er náttúrulega ofsalega mikið samskipti, umhyggja, samræður og það hefur mjög mikið leitað á huga minn undanfarið, mikilvægi góðra gilda og að ræða við og það er eitt tæki til dæmis sem hægt að nota innan skólana og ég velti líka fyrir mig hvort að foreldrar er að nota mikið. Það er að kenna góð gildi frá upphæfi og líka með því að rækta þau. Og ég held að sé bara eitt af mikilvægast og þetta þarf að byrja strax í leikskólum. Það er alveg að greina í leikskólum strax hvort að krakki er líklegu til að vera búljað ekki. Og það er að vinna með samkennd og slíkt. Vorum við ekki með þessa umræðu, sko umræðum dygðir og gildi inn í til dæmis bara kristinfræðinni fyrir mörgum áratugum? Jú, og bara trúarbrögðum, náttúrulega kristin er ríkjandi hér, en í öllum trúarbrögðum og ég hef velt fyrir mig, hvað hefur komið í staði? Já, hefur eitthvað komið í staði? Ég er ansið hrættum ekki, það er kannski svolítið gróft að tala siðrof, en maður spyr sig, það er gríðarlega sterk einstaklingshyggja og hún hefur náttúrulega farið mjög sem sagt vaxandi. Það er erfiðara fyrir fólk, fyrir foreldrar til þess að vinna saman í að menga skjátíma, fá krakkana til að fara út í foreldrafélögum, almennt bara sjálfboðaliða starf í sem sagt ýmsu samtökum, skátum, einstæðu foreldra, hvað sem er. Ég held sko að ég held þessi sammála þarna, það er eitthvað sem vantar. Það getur vel verið að sé í námskráni en það er þá ekki verið að sinna þessu skildi. Ég veit ekki hvað er námskráni og hvað er ekki námskráni, en það er eitthvað sem vantar, það vantar eitthvað inntak. Þetta er í námskráni og þetta er með þess að mikið í námskráni. Okay. En sko ég er algjörlega á því að það má sinna þessu miklu meira og miklu sterkar og ræða sem sagt
gildi. Það er mikið talað vináttu, það er algengt í skólum. En líka ábyrgð gagnvart öðrum, ábyrgð á hlutunum þínum, á heimilinu, ber bara ábyrgð á því að ganga frá eftir sig, ganga frá leikfengunum sínum, sest fólk saman við matarborð og sýnir virðingu, matnum og vinnunni og peningunum og öllu sem fer í kringum það, setja allir saman, þakka þér fyrir matinn og svona ýmislegt borðbænin, til dæmis afskaplega fallegur hlutur og hún þarf ekkert endilega að vera kristin, hún getur verið bara alheimsleg. Alkoholistar hætt að drekka, þeir trú ekki beint á einhvern guð en þeir nýta sér eitthvað sem að kallast æðri máttur, getur verið trú á náttúruna, trú á klett eða eitthvað bara. Nákvæmlega. Það getur verið ýmislegt. Þannig að það getur verið fjölbreytileiki innan þessa. En gæti þetta verið eitt af því sem að því þú segir það, þér finnist eins og það hafi svona byrjað aðeins að síga ógæfli þennan fyrir 20 árum, það er náttúrulega ómögulegt að setja fingur á, þetta er sennilega kombinera, þetta er sennilega sko útkoma af mörgum þáttum sem við erum að tala um, en gæti verið að sko leitin að inntakinu og sem sagt það að hérna við þurfum meiri siðfræðilega, heimspekilega umræðu innan skólana, að það sé eitt af því sem að valdi því sem hefur verið mjög mikið í fréttum núna undanfarið og talsmenn kennara hafa sjálfur lýst miklum áhyggjum af sem er aukið ofbeldi barna gagnvart kennurum, því ég held að við getum bæði látið það komast til skila að í Breiðholtinu er alla jafna gengur allt vel. Þóttu við höfum kannski fengið aðra mynd af því í fréttaflutningi en þá daga sem það gengur ekki vel þá er þetta alvarlegur vandi jafnt í Breiðholtinu sem Sandgerði eða Akureyri eða Raufarhöfn eða hvar við erum stödd að hérna, það er náttúrulega óþolandi ef sko kennari sem áður hafði agavald gat vísað nemanda út úr tíma fyrir bara hvað sem var og hérna svo bara þá ábyrgð heimilisins að hérna reyna að gera eitthvað í þessu. Það er óþolandi ef þið kennarar megi sæta ofbeldi af hálfu barna sig endurtekið. Já, og það er því miður allt og algengt. Það er allt og algengt. Það er allt og algengt. Segjum bara eins sem ég heyrði að fyrir stuttu verður fyrir í sérkennslu, sérkennari verður fyrir því að nemandi allt hinn rís upp og hendur í hann að borði og hún er handleggsbrotnar og sári grær á handleggnum en síðan er það óttinn að mæta aftur til vinnu. Og það eru fjölmörg því miður svona dæmi og það er afskaplega mikilvægt fyrir kennarinn til þess að reyna að grípa ekki líkamlega inn í því þú veist aldrei hvað getur gerst og þá er ekkert víst að þú sért í rétti og kennarinn er ekki tryggður og kennarinn þarf í raun og veru að sækja máli gegn barninu. Til dæmis í Reykjavík þá er borgin ákveðið að tryggja ekki kennarann heldur sem sagt bara punga út ef afkemur. Önnur kona sem að sem sagt öskraði svo svakalega að hún sem sagt skattast á heyrn og hún fékk þann manda til dæmis aldrei viðurkenndan. En að þessu sko almennt með ofbeldi sko við verðum bara að trúa því. Þetta er bylgja í samfélaginu, þetta er bylgja meðal ungs fólks og við höfum tekist á við aðrar erfiðar bylgjur. Þetta er ekki fyrstu ofbeldismálin og Akranesi var hörkuslagsmál sem sagt fórnarlambi meiddist verulega og það hafa verið hópamyndanir barna sem hafa varpað eldsprengjum hvort á annað eða einhverju svona heimagerðum sprengjum. Nú erum við að glíma við ofbeldið og við réðum við til dæmis svakalega drykkju ungmenna undir síðustu aldamót og þá voru til staðan okkur sem hét útideildin minnum að hafa heitið og það voru sem sagt bara fagfólk sem fór hverfin sem að reyndi að komast að því hvar hópamyndin var hverju sinni, var með opið hús í Tryggvagötu, elti upp þessa börn, þetta var alveg starf sem í 20 ár, okkur tókst að vinna á því vandamáli. Ótrúlegur árangur sem hefur náðust. Þannig að þú ert að hvetja okkur til þess að blása til samfélags átaks, bæði foreldrar og kennarar og allar stofnanir samfélagsins núna gegn ofbeldi í skólum. Og ég finn það alveg í Breiðholtinu að foreldrar eru að þjappa sér saman og
ræða meira saman og svona vilja náttúrulega sínu hverfi vel og þar byrjað sérst foreldraröld. Já. Og þetta, sem ekki var fyrir þennan fréttaflutning eða? Sko það misjafnt eftir hverfum og hérna það var ekki hjá okkur fyrir þennan fréttaflutning. Nei. Það var geysilega öflugt þarna síðustu aldamót, þá var það bara orðið almennt og síðan datt það niður. Og eins og ég segi þessi samtakamáttur, kannski hugsunin, já mitt barn ekki að gera neitt að sér, ég nenni ekki út eða eitthvað svona. Hann hefur honum hefur dalað svo mikið en þetta svona aðeins að koma upp og svo veit ég til dæmis að í Seljahverfinu þá verður alltaf verið foreldraröld á kvöldin sko. Já, en aukinn svona samtaka máttur í Breiðholtinu allavega einhverjum hverfum eftir hennar fréttaflutning sem hefur verið undanfarið? Hefur fólk snúið bókum saman? Eða hefur þetta brotið niður bjargir íbúana? Þetta nú frekar þjappað saman. Já. Þetta við frekar þjappað saman, en ég náttúrulega ekki íbúið þarna og hérna bara svona meira innan veggja skólans og annað eru fréttir. En hérna, þannig ég get svo sem ekki fullist það, en svo eru úrræði eins og samfélagslögreglan, eða úrræði ekki úrræði, það er náttúrulega svakalega undirmannun í lögreglunni, þannig að þau eru mjög erfitt með að fylgja þessum hópum eftir. Það til eitthvað sem heitir flotinn sem að tengist félagsmiðstöðunum sem ætlað að vera út á vettvangi, en þetta eru 2 úrræði sem eru algjörlega gjörsamlega undirmönnuð og fjársvelt og þannig að það vantar eitthvað meira. Sko, börn eru hérna eins og ég sagði áðan, þetta er náttúrulega það fallegasta í lífinu og það sem okkur þykir vænstum. En þau eru líka brothætt og ég var nú ekki gamall í þessu fæi, ég var bara nýorðinn blaðamaður rétt uppi 20 þegar ég fór ég var að gera frétt á einhverju svona upptöku heimili eins og það var kallað, það var starfsmaður sem að útskýrði fyrir mér að á þeim tíma, hann breytti tímar í dag, að sko 14, 15, 16 ára gamalt barn, það væri ekkert allir 14, 15, 16 ára einstaklingar bara yndisleg börn, það var bara sumir þeirra væri bara, það væri algjörlega búið að eyðileggja þau. Þau voru alveg farin og þau væri bara orðin eins og hann orðaða og þetta má maður ekki segja í dag, að einhverjum skrimslum. Og hérna þetta mætti engin starfsmaður, opinber starfsmaður leyfa sér að segja í dag, en þetta mátti þá. Og sko, mér finnst þessi umræða, hún dansar svolítið á, maður veit ekki alveg hvað mann á að finnast vegna þess að, sko, ég held við trúið í langt flest að við fæðumst góð ef allt í lagi og það þarf einhvers konar áföll til þess að rekja okkur út í myrkrið, ég held við trúið í flest. En sko, getum við bæði trúa því að börn séu það besta í lífinu og gert allt sem við getum fyrir þau, en líka litið það alvarlegri augum þegar börn eru komin á svo vondan stað að þau halda bara áfram að skaða önnur börn. Hefur þér sýnst það á þínum kennsluferli að í einhverjum tilvikum séu hreinlega að við veigurum okkur og til þess að Sko, ég alveg sammála því að við erum góð innst inni, öll sömul og hérna, það ýmislegt sem að kvelur og það nú talað að siðblind fólk séu kannski svona 2% en það hægt að vinna með það. En hérna það eru miklar kvalir og það þarf mikið að ganga á til þess að þú verðir vondur og ekki tekið tillit til þín, auðvitað lenda sumir í heimilsofbeldi, sumir lenda í ofbeldi að hálfu foreldra eða annara nákominna og svo líka spurning sko hversu mikið hægt að skaða með vanrækslu eins og til dæmis bara hérna sko markaleysi og hérna afskiptaleysi og því líka það svona bara ýmislegt sem að getur valdið því að manneskja verður ekki góð, en það þurfa að vera svona býsna fjölþættir þættir. Það sem liggur á bak við þessa mjög svo
brothættu, erfiðu spurningu sem maður hefur kannski engan rétt á að færa í orð. Kannski er fólk að horfa á mig núna sem er alveg mjög reitt við mig að vera ræðið á þessum nótum. En það sem hérna liggur undir það er að sko, einhvers staðar vill maður að börn sem endurtekið lenda fyrir ofbeldi annarra barna að þau eigi sér kannski líka málsvara. Því það hafa alltaf verið hérna mál krakka sem að virðast ekki komast út úr húsi eða setið þau. Og hérna og þá velti maður því fyrir sér sko hvort hérna Það er náttúrulega hörmulegt og það er svona bara svipað því að lenda í einelti, eitt einelti ótti eins barns við annað barn eða hópbarna er náttúrulega með því verra sem þau lenda í. Þetta eru jafnaldrar og þau spegla sig í þeim og sko svona almennt hef ég nú trú á því að þetta hafi skánað. Það hefur orðið það mikil umræða til dæmis einelti og eins og ég segja eitt mál er of mikið. En flestir skólar til dæmis eru með hérna eineltisteymi. Þannig að ef að foreldri eða kennari eða hver sem bendir oftast er það foreldri eða einhver starfsmaður. Ég held að þessi sé að vera fyrir einelti að hendi einhvers hóps eins eða fleiri. Að þá er gripið inn í og það er teymið, það er námsráðgjafi, það er deildarstjóri eða einhverju slíkir og þá er alveg sett á sko maður á mann á gerandan til að fylgjast með og það eru fjöldamörg mál sem að leysast alveg á frumstigi í rauninni sem er svo mikilvægt. Bara snemmtæk íhlutun númer 1, 2 og 3. En þú þekkir líka öll hinn málin og það eru málin sem að fara í fréttirnar að eina úrræði foreldra sig að flýja, skipta hverfi, setja barnið yfir í annan skóla. Já. Ég hef sjálfur þurft að taka barnið mitt og skipta skóla. Já. Mér fannst ég ekki mæta skilningi innan skólans eftir ofbeldi var beitt gagnvart. Já, ég meina þetta er líka bara hlutur sem ég hef heyrt en hef ekki reynslu af. Nei, og þú ert sannlega ekki ábyrg fyrir málaflokk. Svo séum við það. Bara kennar á gólfinu. Nei, mér finnst nú bara stundum svo pólariseru þessu umræða sko. Það er annarkvært bara allt þarna til vinstri eða allt til hægri og hérna væntanlega er veruleikinn einhverstaðar á miðjunni. Já. Já, en það virðist alveg, það er alveg rétt. Maður heyrir alveg að því að það séu, sem sagt, að þetta sé að gerast, að fólk sé að taka börn úr skóla því að það er ekki unnið nógu vel í því sem kallað er einelti. Já. Og hérna, já, ég kann svo sem enga sérstaka skýring á því. Nei. En ég veit bara hvað sé snemmtaka íhlut og ég veit hvað við erum á gólfinu stöðugt að leysa úr einhverju sem hefði geta orðið stórt. Já. Sem er svo mikilvægt. Vinna með vináttu, vinna með dygðir, vinna með því að sýna tillitssemi, vinna með vináttu, skipta upp í vináttu hópa í fríminútum og þannig allir leiki við alla og allt þetta. Maður sér sko að sum mál sem eru uppsiglingu ef það er unnið, sem sagt strax með þau, hvernig þau leysast upp. Og til þess þarf að vera þekking, það þarf að vera fagmennska, það þarf að vera mannafli og bara virkilega sterk meðvitund. Já. Er ekki rosalega gaman að vera kennari þegar það gengur vel og þegar þú nærð að kveikja ljós, snúa einhverjum úr myrkrinu yfir í birtuna og hérna sér kraftaverkin gerast? Það sem ég finnst svona einna skemmtilegt það er þegar við erum að spjalla. Já. Og við gerum mikið að því að fara úr húsi, farum allavega einu sinni í mánuði á listasafn eða einhverja uppákomu og í dag vorum við til dæmis í hérna dansgarði þar sem við kynntust öllu dans og hérna það var dansað og síðan var danssmiðja og þau sömdu dans og það var svo gaman að horfa á sköpunarmáttin og hvað þetta gerir og mér finnst svona samræðan, sköpun, þau njóta sín mjög í listgreinum og jú, það er bara mjög gaman og þegar hún er tökum á almennum brotum loksins eða hvaðina sem það er alveg dýrlegt. Ég hef unnið sem stjórnandi, verkefnastjóri, framkvæmdastjóri. Ég ákvað bara svona á svona efri árum að ég vildi bara vera hérna, ég vil alls ekkert vera annar staðar og það er ástæða. Já, það er frábært. Ég held að það séu engin skrýmsli til. Ég held að séu bara englar í vanda.
Já, englar í vanda, alveg hárrétt, mjög vel á orði komist. En Birna Gunnlaugsdóttir, kæra þakkir fyrir að koma hérna og svona stíga aðeins inn í fjölmiðlaumræðuna meðal annars, segja okkur frá því að heilt yfir þá það eins með Breiðholtið eins og önnur hverfi þessa lands að það unni gott starf í skólunum frá móti kvölds og flest börn eru glöð, 80% er það ekki samkvæmt einhverju PISA-könnun? Samkvæmt PISA-könnun það eru 85% sem sagt íslenskra barna frekar ánægð. Þannig að smáslaki virðist líka gera gott. En við þurfum líka að vera á verði, við þurfum að vera fréttalæs, við þurfum að skynja hvenar fréttir eru raunverulega fjall almannahagsmuni og það sem við þurfum að vita eða hvort menn eru í áróðri eða bara fordómar á það fyrr. Og þannig að við þurfum að vera vakandi með spjalli eins og þessu fyrir læsi okkar á samfélagi. Kæra þakki fyrir að koma. Takk að þér. Og við förum þá yfir í aðra sálma. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.